komið í sæl og verið velkomin í sumarspjalli hérna á Samstöðinni. Við ætlum að ræða svona daginn og veginn og sumarið og hérna, ég veit ekki, jarðhræringar, atvinnu, uppbyggingu og bara alls konar. Það Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita og sérfræðingur í jarðvísindum og eiginlega doktor í Svartsengi. Hún komin til okkar, náttúruverndar frömmuður líka, og Pétur Jónasson, gítarleikari, deildarforseti í tónlist í Listaháskóla Íslands og svona, getur líka titlað þig Eyfelling. Hefur eiginlega komið fram núna nýverið í fjölmiðlum að gagnrýna uppgangi, stórfelldum uppgangi svona í óþökk íbúa undir Eyjafjöllum. Svona atvinnu uppbyggingu og þá einmitt það Sara Ríl, myndlistar og leiðsögukona og rútubílstjóri sem að, ég veit ekki, síðasta verk sem ég sá eftir þig var, þú hefur gert mörg veggalistaverk í Reykjavík og kannski víðar heim, en það síðasta hét einmitt Hjól atvinnulífsins. Einmitt. Og mjög fallegt blátt hérna á Skólavörðustígnum í portinu við Eymundsson. Það svona falleg teikning og við erum búið að dreyma svolítið að fá þig oft til þess að teikna þegar við erum að ræða hérna við Samstöðuna stéttaskiptinguna og hvernig stéttaskiptingin orðin til eða alls konar svona, það alltaf verið að tala og alltaf verið vísaði tölur og prósentur. En ég svona hálf talabind og mér dreymir alltaf að sé einhver myndlistar maður á vakt sem svona teiknar upp einmitt eins og hjólatvinnulífsins, teiknar þetta myndrænt. Þetta svona svolítið með illustration sko, og mín tillaga þarna líka hjólið sem við alltaf verið að tala þetta hjólatvinnulífsins, það ekkert hringlaga, það mjög líklega eglaga. Og það stóri punkturinn á bakvið, þess vegna sveiflast það eins og sveiflast. En við erum bara svona í einhverju svona hugafarslegri villu að þessi hringlaga form. Þess vegna hagar þeir svona og ekki náttúrulega grunnformið alls. Ég meina svona hlutir eins og að þegar ég var tilbúin inn í móður minni, þá var ég með dætur mínar í mér. Þannig að hún var með þær í sér. Þannig að þetta svo falleg keðja sko. Og svo samtengt. Og ég geri þetta verk með einum af svona þungavíktamönnum fjárfestingageirans. Þórði Magnúsinni hjá Eyrir Invest. Og í svona beinu samtali við hann. Þannig að það var líka mjög áhugavert. Sem hefur líklega verið í gríðarlegum sveiflum á meðan að verkið var... Akkurat, og það speglaði rosa mikið hvernig Marel og hvernig Eyrir Invest var hvernig staðan var hjá þeim, sko. Hann horfði fram á það að tapa... Já. Allum. Og þetta var í fyrra, akkurat þegar það var að gerast. En hjólið svona þrívítt eins og egg? Eða að því að hjólur, maður sér alltaf myndir af hjólum svona tvívítt? Já, nei, þetta þá hann alltaf kannski bara... Þú ættir að sjá verkið, endalausar hliðar, já. Sterkara, sko. Það ekki tvívítt, ekki? Þetta svona, já, verkið svolítið eins og arkitektatekning, svona tæknitekning. Það svona vísunin líka, af því að síðan element í verkinu svona tekin beint úr Marel. Ég fór í svona stóra svona rannsóknarferð þangað og þannig að þetta líka spurningum að það byrjar eitthvað ferli, það hugmynd og svo þarf að fá eitthvað sérfræðinga, þess að 7 fagtegundir sem byrjað síðan að ræða sín á milli og alltaf þegar það gerist þá fer alltaf aðeins allt í abstrakt hugsun aftur þegar það svo mikið verið að leggja á borðið og svo hægt að skýra það og gera teknitekningarnar og síðan heldur það áfram og ef þið horfið á verkið þá þetta færiband það svona angi sem úr Marel og Össur og þessi róbótangi með egg í sér og að reyna að hitta ofan í á réttum tíma eggjabikaran. Þannig að það á að vera hreyfing í þessu og svo ef þið horfið virkilega vel og kunna að lesa myndlist þá líka 9-5. Þannig að sem náttúrulega eitthvað svona samfélagsleg sátt að þá erum við öll í vinnunni. Það kemur fram í verkinu að ef að Þórður og sonur hans og Eyrir Invest hefðu tapað öllu sínu og mist hlut sinn í Marel, að það hefði hjól Marel alveg haldið áfram að snúast án þeirra. Þannig að þeir... Þú meinar ekki, hefði áfram byrjað að sveiflast? Það engu breytt fyrir Marel, þótt að einhverjir kallar hlutabréfin í Marel skiptum eigendur. Það var bara verkafólki sem býr til verðmætin í Marel, er það ekki? Jú, sem vinnur frá 95 og það svona kannski vísunin í verkalíðin
og þessi klukkan inn og klukkan út. Og nei, þeir hefðu bjargast og haldið áfram að rúlla eitthvað í svona sínar áttir. Og maður heyri rödd Dolly Parton, bara 9 to 5. Akkurat. En þurftu þú ekki svona sem listakona að ég með stilla einhverja svona andofsklukku inn í þér, þú veist, þegar þú varst svona mikið með fyrirtækjunum og þeir sem eru raunverulega kannski verkbeiðendur jafnvel, að setja samt, þú veist, hinn tímaskalan eða inn? Jú, sko, þetta er náttúrulega, mann langar alltaf að pota smá, en líka verið í samtali þar sem það er ekki árásargjarnt. Þannig að það er held ég bæði inn í þessu, bæði þessi fagra hugsun nýsköpunar, þar sem að margt fólk kemur saman með góða hugmyndu og þróar hana áfram og lætur eitthvað virka og það verður nútímalegt í einhvers konar vélvæðingu. Það er það sem að þeir og þau snúast svo mikið. En einmitt, síðan kemur þetta mannlega inn, þetta egg inn, sem er líka svo brothætt, sem er líka hvor kom undan, hænan eða geð. Og allar það er spurningar, þetta er bara rosalega klassísk ljóðræn myndmál. Og feminist líka náttúrulega. Já, og bara þá er það náttúrulega undir áhörundum og þeim sem eru góðir í myndlestri að leyfa sínum huga að fara áfram og hugsa og skoða og sjá og skilja. Ég er með mitt, en ég get ekki stjórna hvernig þið byrjaði að lesa. Michelangelo var að pæla í þessu þarna þegar hann var í Sixtinskapellinni, inn í Páfagarði. Hvernig hann geti þjónað Páfagarði og sjálfum sér í leiðinni. Já, akkurat. Já, og er það ekki, menn eru alltaf að reyna að finna einmitt sko neista andofsins eða einhver svona skapandi hugsunar sem að sprengir af sér einhverja stofnun líka, heldur hann uppi en sprengir hann uppi. Nú ert þú Pétur undir Eyjafjöllum og þar eru svona hjól atvinnulífsins svolítið, einhvern veginn eins og manni skildist þá komum bara svona hjól atvinnulífsins sko alls ekki egglaga heldur bara eins og einhver svona monster trukkur. Verpa í annarra manna hreiður. Já, ég talandi egg og þá hænur, maður veit ekki alveg hvort hænan er bara komin alveg í sko fullbúin eða hvort þetta er egg, en sannarlega komin okkur í opnu skjöldu sko, til þess að skýra máli þá var kynnt svolítið skyndilega sko, mikið skipulag við Holtsós, beint undir Eyjafjöllunum sko, á sessat í mikillin náttúruperlu sem er mjög sko viðkvæmt vistkerfi og gríðarlega mikið fuglavarp og viðkvæmur gróður og kannski hugsanlega eitt af besta ræktunarlandi Íslendinga og það var kynnt allt í einu bara baðlón en ekki hvað að sjálfsögðu. Mér er sagt að ég heyrði nú í Landvernd henni Björgu Evu í gær á Sprengisendi að það væru 16 baðlón í skipulagi núna eða þessar hugmyndir. Já, þetta er líka í heimildinni núna. Já. Síðasta eintaki. Og sko annars vegar þá kannski er þetta mjög metnaðarfullt og það er mikilvægt að taka aftur fram sko eða alltaf fram að það er ekki meiningin að standa á móti einhverju uppbyggingu sko, hún er bara afinu góð, það er allir að byggja upp eitthvað sko, eins og fyrir austan, ég er nú bara búin að vera hérna í 3 ár sko, hún keypti mjög fallegt lögbýli sko með landi og býr svo líka í Reykjavík náttúrulega, en það er mjög athyglisvert að koma bæði sem gestur en líka vera orðin kannski djúpt innvígður strax inn í samfélagið því að við okkur var tekið á opnum örmum og þetta er mjög fallegt og gott samfélag og það fólk búið að vera þarna frá örófi alda í rauninni sko, fjölskyldu eftir fjölskyldu sko, og bara mann fram að manni sko, og konu fram að konu og þess vegna svo kemur þetta bara allt í 1, 2 og 3 og ég til samanburðar þá er nú nágranni minn sem er bara hinum með veginn, bróðir hans ákvað að fá leyfi eða biðja leyfi til að flytja lítið hús og setja á landið sko, og það er bara pínlítið sko, til að vera þarna á sumrin og ég fekk 40 sína langt bréf bara í posti frá skipulaginu fyrir austan, alveg með 10 vikna sko umsagnarferli og öllu því sko, flott, en maður heyrir ekki orðin þetta sko. Var þetta bara, lastu þetta bara í blöðum með þetta, kom þetta bara á ykkur líka bæklingi? Ég mér bara sagt þetta sko, ég frétti þetta bara á förnum vegi sko. Hvað er þetta? Hvað er þetta nákvæmlega? Hvað er verið að... Já, þetta er meira en einn heitur pottur? Já, sko, planið er stórt hótel, alveg lengst niðri við ósinn, ég veit ekki hvort ég kannist við svæði, sko, sjórinn er hérna rétt, hinum við, sko, það er mikið svona sandeyði
Hvaða ós er það að tala um? Þetta Holtsós. Þetta náttúrulega, þetta ekki bara þetta á söguslóðum, þetta bara virkilega frægur ós og Já, ég meina steinahellir þarna rétt hjá það sem voru haldin þing og mikli bardagar en allavega þar og Holtsá rennur í ósinn og svo opnast það í sjóin og hann lokast og opnast og þetta verður úr þessu gríðarlega mikið líf hann flæðir þarna yfir svæði líka reglulega og maður spyr sig, ég kannski líka, er þetta hægt það þyrfti eiginlega að setja þessi hótel bara á flótholt held ég til þess að láta þetta virka að ekki sé talað veðrin sem verða þarna stundum en það virðist vera eins og kannski undirbúningsvinnan sé ekki alveg nógu góð, það bara einhver komið með flotta hugmynd og þetta bara svona einhvern veginn allt í unni komin rosalegur uppdráttur og þá bara fara næsta skref að fara að auglýsa og þá að samþykkja en mér langar til þess að samt það var haldin mjög fínn fundur sveitarstjórinn hélt fund og fyrir tæpum mánuði síðan og þetta var kynnt á mjög svona fínan hátt og allir fengi að segja sitt og allt það ég vil ekki en Í Steinahelli þá? Nei, á næsta bæ í heimalandi, í félagsheimilinu Já. Þannig að það eru svona nokkur atriði í þessu og við tókum okkur saman og skrifuðum athugasemdir og skilum því inn og það sem var kannski markvert skilst mér var hvað var mjög mikil breið og mikil samstaða það voru yfir tæplega 70 aðilar sem skrifuðu og samþyktu allt sem og sendum þetta inn og það er ekkert svo margir sem búa þarna en þetta er sem sagt eitthvað 200 herbyggja baðhótel með lónum og svo náttúrulega 200 herbyggja vegahótel og svo fjölorkustöð sem nýja orðið yfir bensinstöð og þar kom bara myndir af einhverju svakalegu mikilli verslunar miðstöð bara eins og Geysi og það sem þetta svona með Subway og allir því og svo tugir ef ekki 100 smáhýsa út allt þannig að það á gjörsamlega að taka þetta svæði ef af verður þá þetta náttúrulega bara tekið alveg gjörsamlega í nefið en það sem þarf að gera sem betur fyrir þetta náttúrulega ekki komið lengra en og augu og eyru virðast vera opin og við ætlum bara rétt að vona að svo verði áfram að því að ég ítreka það er ekki meiningin að segja nei við hverju sem en hins vegar er mjög mikið í húfi að því þannig þetta getur orðið bara risa umhverfisslys og það getur orðið risa menningarslys líka og Það hefur líka alveg mætt á þessu svæði og það eru íbúarnir sjálfir sem hafa byggt upp Ég bjóð þarna og bara rétt bara meðan ég bjóð þarna þá horfði ég á eiginlega sveitina turnast þarna eiginlega opnaði hótel eða svona bændagistik einhvers konar í öðru hverju húsi á öðru hverju bæ og síðan held ég bara næstu á hverjum bæ og þarna svo gríðarlegur náttúrulega straumur ferðamanna og eftir gosið í Eyjafjallajökli líka að þá þetta svona og þetta ofboðslega fallegt svæði þannig að það allt einhvern veginn það heima fólk sem hefur svona eins og annast það eða verið í farbroti þannig að þetta svo mikið þetta svo rosalega þannig að ég myndi segja að það hefði nú þegar verið svolítið ekki kannski að þolmörkum en svona Þetta mikilvægi punkturinn, það uppbygging alls staðar en þú veist, hún í samræmi við náttúruna, fólk kannski að breyta fjárhúsi sem ekki verið að nota og það bara verði fínasta gisting og fróðir menn segja mér að það sé ekkert verið að bóka þetta neitt upp núna það má ekki gleyma því að ég meina, hver þörfin ég meina, það alveg vitað að túrismin að ég segi ekki hrapa en það mjög mikil munur á því hversu margir ferðamenn koma og ég held að það sem við viljum í fyrsta lagi þá náttúrulega þarf að gera þetta í samvinnu og góðri samvinnu við þá sem eiga heima þarna og hafa kannski búið þarna frá aldu öðli og númer 2 að forðast einhver slys það allt svart á gæs þarna, gæsin lendir þarna maður horfir á hana beint fyrir framan augun á sig í 100.000 tali eins og klukka og þarna eru vaðfuglar og þarna allt og þarna eru endur og fágætar endur og það eru fágætar plöntur þarna og silungar og svo þetta samtal þarna við ósinn með fiskinn allan þetta bara hrein perla þannig að það þarf að vanda allir verka allavega það málið að því vorum að tala um hjól atvinnuleyslis að hjól atvinnuleyslis og sérstaklega hér á Íslandi dollaralaga fólk fær dollar í augun og það eitthvað sem gengur vel einhver staðar þú veist, við byrjaði með minkabúunum og svo það sjókveðeldið og það hafa verið refabú og landeldi og alls konar og svo það núna baðlónin
og ég var til dæmis heimsótti Björgu Evu sem núna landvörður í Þjórsárdalnum og hún sýndi mér þær framkvæmdir sem eru farnar af stað í Þjórsárdalnum. Það hreinlega búið að grafa út hálft líparítfjall sem svona móberg og fallegt á litin og ljóst og sést langa leiðir. Það búið að grafa þú út af því þar á að byggja hótel inn, þá var víst að vera inn í fjallinu, en það allavega búið að taka þarna hliðina af fjallinu til þess að koma þessu fyrir. Sko, ég vinn við þetta aðra hverju viku og er þar leiðandi alltaf með þeim aðra hverju viku og vinn fyrir Bus Travel að mestu, en annars bara fyrir hina þessa. Þannig ég er rosalega miklum tengslum við túrismann. Og þeir vilja baða sig. Og að sjálfsögðu, og þeir fá að baða sig sama hvað, þeir fá að baða sig í þessu bláa lóni sama hvað. Það er eitthvað sem ég skil ekki og væri gjarnan til að ræða af því að það er mjög undarlegt. Við megum ekki labba á svæðinu, við megum ekki labba á fjallið hjá Svartsengi og skoða eldgosið, en það mega allir fara í lónið. Alltaf, öllum stundum. Það eru dollara, það er dollaramerki og stóra ástæðan fyrir því að síldin, ferðamaðurinn, er að fara, er verðlagið. Það er númer 1 af því að það er ótrúlega dýrt að vera á Íslandi fyrir okkur, hvað þá fyrir þau. Og ástæðan fyrir við rifjum aðeins upp, af hverju kom síldin? Af hverju komu þau? Og af hverju var ferðamála iðnaðurinn allt í henni stærri heldur en sjávarútis iðnaðurinn? Hann er það, hann tók fram úr 2010 og það er náttúrulega bæði blandast við hrunið okkar og síðan þetta anti-PR, það sem að 11 miljón manns voru strandaglópar á flugvöllum og því kannski munið að okkar flugvöllur var opinn allan tíman sem að var svona svolítið fyndið og írónist. Nema náttúrulega krónan fellur 50% og veistu árunum eftir hrunið og eftir gosið þá er bara auðvelt að koma á þessa exotísku eyju. Það er ódýrara, það er svona nær verðlaginu hjá fólkinu sem er að koma og þar að leiðandi og þess vegna björguðu þessir erlendu gestir okkur upp úr ansið stórri klípu og núna kostar yfirleitt 300 krónur að fara á klóstið í bara gám eins og Arnarstapa er nýbúið að setja það upp, það er nýbúið að setja í félagsheimili Grundarfirði. Fyrir Amerikana sem eru að mínum mati eitt af frábærustu ferðamennunum til þess að fara með. Þau eru bara opin og áhugasöm og spjallarleg og bera virðingu fyrir öllu, langflestir. Mér var svo að saga daginn að því að þetta fyrir töðaræðum. Þau borga rosa mikið fyrir að fara í þessa ferð, þau borga rosa mikið fyrir að fljúga, þau borga rosa mikið fyrir að gista og svo þarf að borga eitthvað klink fyrir að pissa. Og kannski stundum oft á dag. Þannig að við erum kannski að tala pissukostnaði upp á 1500 kall eða eitthvað. Og í Ameríku var þess að þannig að Elizabeth Taylor var fjórði maðurinn hennar var eitthvað senator, eitthvað þingmaður og hún ætlaði að fara á klóstið á eitthvað ferðalögunum þeirra og átti að borga. Hún var alveg brjálið, dívan sem hún var. Skilur, alveg bara hneyksluð niður í tær og bara þetta gengi ekki og kvartaði svo mikið við manninn sinn að hann tók þetta fyrir þing og það er í lög í Bandaríkjunum út af henni, út af honum að það bannað að rukka fyrir klósettferðir. Klósett og rusl. Ég fór í leiðsöguskólanum 2008. Þetta var vandamál þá, nú er 2024, klósett og rusl er ennþá major vandamál í ferðamálabransanum og þetta er svo vandræðilegt fyrir okkur að því að við ætlum að einblína okkur á lúxusferðamenn sem að vilja fara í, lagoons. Við vitum öll að er bara svona gott sett á íslenska sundlaugar. Í rauninni ekkert annað og þú færð alveg það sama út af því að fara bara í laugina nema bara það er ekki alveg jafn svona mikið teater, jafn dramatíst og þetta er bara það er flott að þessi lón séu en það verður að vera í samræmi við fólki sem býr þar og allir að taka mótið því og allir að leyfa fólkinu að pissa og henda rusli. Þetta er svona grunddæmi. Það þarf að hugsa fyrir þessu. Skilur, svo getum við hugsað eins líka vaðfuglana og svanina og allt lífið sem að virðist samt alveg en talandi hringrást, þú tala rusl og klósett, úrgang. Já, það er það vantar það stíflar
hringrásin stíflast eða stöðvast eða eitthvað og fer allt í ykkur svona... Og ég gleyma því að þessi tvö atriði það sem gerði okkur að nútíma samfélögum. Þar að undan var allt í skólpi og ógeði í London eða hvað svo sem og það var ekki fyrir að við virkilega tókum á þessum málum að vestræni heimurinn blómstraði. Þetta stífla sko, hryllilegasta sýn sem ég hef séð á Íslandi svona gámaklósett eða svona við Dettifoss. Já, mín hryllilegasta sýn sem ég fæ ekki á haugunum Seltún í fyrra haustið og það var bókstaflega fjall sem kom upp úr klósettinu. Alveg svona meter. Ég var í Indlandi í hálft ár þar sem að fólk kúkur út á götu. Þetta svo vandræðalegt. Það ætla líka að fara að rukka svona mikið, þá þarftu líka að bjóða þjónustuna tilbaka. Það er bara sanngjarnt. Grundvallaratriði. Ég verð nú að segja það, mér finnst alveg sjálfsagt að borga fyrir að fara á klósett sem einhver að sjá fyrir þig, en alveg eins og mér finnst sjálfsagt að fólk þurfa að borga inn í þjóðgarða eins og maður þarf að gera þegar maður fer í þjóðgarði í öðrum löndum. En ef það er verið að rukka fólk og setja upp einhverja aðstöðu þá þarf náttúrulega að hugsa hana. Sem er bara gott að blessa, en þetta aftur fer inn í ferðarskattin, af því þarna getur við tekið 300 krónur á móti frústrasjónuna hjá þessum einstaklingum og upplifunina myndi ég halda að væri þarna auðvitað þarf okkur að borga fyrir þá. En við erum ekki að taka neitt ferðarskatt og það er það sem mér finnst svo skrítið, af því að þegar ég fer til Sviss eða Austurríkis þá þarf ég alltaf að borga túristaskatt. Já. Þannig að það er ekki bara sjálfsagt og þá get ég tekið strætó aðeins ódýrar og kannski fara út að borða á einhverjum stað sem er aðeins ódýrar. En það er tekin svona túristaskattur á svona bílastæðinu við Seljalandsfoss, þá er þetta rukkuð bara peninga, það er bara fyrir bílastæði sko. Það er ekki til þess að reka salerni. Já, vitanlega á það að tengjast saman. En það er að því að þessi tilfinning að maður hefur að tilfinning að þetta sé svona vilda vestrið. Eins og þú ert að upplýsingarna komu til ykkar bara eins og tilviljunina kennt og líka maður hefur tilfinningun að þessi bara einhver líku að rukka þessar 300 krónur fyrir klósettinu, samt eru klósettið kannski ekki í lagi, þannig að það er svona kannski tilfinning sem fólk er að fá að þessi gestrisni sem að menn vilja nú státa sig af, að hún sé, það sé einmitt aðeins komin svona græðgi þegar það er verið að svona klípa af og það vanti svona einhverja heildarsýn og forræði. Gera sitt besta að vera gesturinn sinn og opinn og þau eru almennt ótrúlega ánægð með land og þjóð. Það verður líka að segjast. Almennt eru allir in awe og virkilega hrifnir og bara jákvæðinir, það vantar ekki. Við getum líka tekið fram að mörg klósett eru mjög vel þrifin. Það er líka hægt að spyrja sig hvort að ferðaþjónustu fyrirtæki sem þú ert að vinna við. Ekki bara borga fyrir bílastöðu og klósettin fyrir fólki sem er að ferðast með þeim. Akkurat. En svo talandum kannski að því að þetta orð græðgi kom upp, ég meina maður sér það, þetta er náttúrulega fer út í það að verða græðgi, sko. Og hún er svo mikil að þú veist að það er bara, þú veist, það er engin undirbúningsvinna gerð, sko. Ég held nefnilega að það sé... Og við sáum til dæmis þarna á þessum fundi, þessar teikningar sem eru með fullri virðingu, sko. Þú veist, þá sá maður og ég satt þarna með bændum sem sko þekkja, sko, hvern svæðið eins og lóan sinn, sko, að þetta er allt lifandi, sko, eins og bara ósinn, hann flæðir þarna sko fleiri ferkílómetra sko, þú veist, og það kom og svo ætlar að setja eitthvað hótel þar og leggja einhverju fínu bílastæði sko, og það var einn verkfræðingur var spurður sko, hvar er línan sem þið dróið sko ströndin á Óstnum, það sem þessi byggð á að byrja sko, og þá var engin svör og þau sögðu bara við sáum bara loftmynd sko, og þetta er þannig að þú veist, klukkan hvað er loftmyndin tekin sko, hún er kannski tekin á hádegi, klukkan 2 er allt komið á kaf sko. Já, en þetta og talandi klósett og fleira, ég meina hvert á affallið að fara, það er ekki svör, veist, það er mjög erfitt að koma þessu fyrir sko. En sko ég held nefnilega að þessir fjárfestar sem að vilja græða á lóni, svona jarðhitalóni, eða bara að fara þannig út í náttúrulegt lón líka, sem að nú er fólk farið að fara mikið út í kalt vatn, þannig að það er mjög hollt og gott. En þeir fá einhverju hugmynd og þeir fara í ferðalag Ísland og finna einhvern flottan stað og svo er farið að vinna bak við tjöldin í fólkinu nálagt og í sveitarstjórninni og bjóða störf og skatta og allir græðir og svo er þetta kynnt fyrir fólkinu
á svæðinu. Sem ekki gestrissi, sem ekki vinalegt við fólki sem til dæmis kann að lesa landi mjög vel og hefði geta bara sagt hvar þau þetta skilur. Það hefði bara verið auðveldast gáfulegur að byrja á því. Akkurat, því að fólki sem býr þarna verður óneitanlega gestgjafar af þessu fólki. Menn Suðurströndin mjög vinsæl og jafn vinsæl á Gullni og veistu það verður bara áfram. En samkvæmt grenndarkynningu sem við eigum að vera með, samkvæmt Árósasamningnum, að þá á fólkið á svæðinu að vera með frá byrjun. Ekki bara þetta allt koma á teikniborðið og þetta alltaf að hlaupa stað og nú ekki hægt að hætta við og það eins og tilraunaboranirnar í virkjununum, það var bara, þú veist, þetta svona sálfræðilegt, þegar þú komið með einhverja flotta mynd, kannski þetta ekki komið, ég veit það ekki, kannski þetta ekki komið mjög í gegnum öll skipulagsferlin, í trúi þínu alla. Nei, það það ekki, sem betur fer. En nú tíminn líka til þess að, það rétti tíminn til þess að já, og stórkostlegt eiginlega að svona íbúar hafi ákveðið að saminast og opna umræðuna og vera með frá upphafi og láta þetta ekki bara sigla framhjá, En það eins og með tilraunboranirnar, það ber allir svo mikla virðingu fyrir því ef eitthvað fyrirtæki búið að koma og bora inn á holu, þá miklu erfiðar að bakka og hætta við. Og þegar búið að byggja veginn, þá svo erfitt. Alltaf verið gera fyrst byrja svo týpur. Já. Og varandi gestrisina og það tala ekki við sveitungana fyrst, náttúrulega dálítið bara grunn-íslenskt svona vitleysa sem við kunnum ekki einu svona kynna vin okkar fyrir hinum vinum okkar. Og það bara svona líka fer niður í bara kjarnan okkar. Eða ég hef upplifað það risastór urban art eða svona street art hátíð í kringum Airwaves og þá var fullt af fólki boðið en engum Íslendingum og ekkert samtal og ekki einu svona á Airwaves. Þetta svona smáatriði sem eru aðalatriði af því af hverju erum við annars að þessu? Þetta ekki til þess að gera menningarlega samskipti, til þess að búa til tengslanett, til þess að blanda? Bara samfélagið, samfélagið bara dálítið dauð. Það allir einhverjir sem að fara að teikna svona alveg baðlur. Þeir átta sig ekki á að þeir eru ekki bara fara á einhvern stað á landakort einhvern punkt, heldur þeir að koma inn í samfélag. Samfélag fólk sem búið að pæla mitt í því, ekki kannski mikið í sammenningu, en samt í gegnum tíðina. Og fólk sem þekkir líka samspil náttúrunnar og mannsins á svæðinu, sem að þeir náttúrulega þekki ekki neitt. Já. Og svona skýrdæmi eins og gufuklefin í Laugardalslaug, og tala hann. Greinilega mannskar sem fer ekki í gufu, fara bara inn í gasklefa, sem alltaf þröngu fyrir feitt fólk. Ótrúlegt, þetta bara svona ótrúlega smáatriði sem alveg bara það kannski líklega ástæða fyrir því að mér langar aldrei í gufuna í Laugardalslauginni. Er það opið? Gasklefin í Laugardal. Ég meina, gufuklefin þar augljóslega hannaðar manneski sem fer ekki í gufu. Skilur, þetta bara eins og gasklefi með ofanálýsingu og svo var hann þannig að fólk sem var aðeins feitar en það á að vera það kemst ekki fyrir í sætin. Ána þarf ekki að vera tiltegið ekki feitt. Það flæðir svona yfir. Það má vera bara eins feitt og vill. Já, en það líður ekki vel í sætunum af því að þau eru ekki hannað fyrir þeirra líkama. Ég verð að segja ykkur eina fyndna sögu. Þetta svo fyndið, ég verð að segja þetta. En það kom líka mynd af fjölorkustöðinni, og með svona svakalegu svona þaki yfir, svona á einhverjum stöplum. Svolítið eins og stöðinans Manfreds Vilhjálmssonar í Nesti, þessi frábærlega fallega sem var svo rifin náttúrulega, en það var í Kópavoginum, það sem kannski, en það alveg gríðalegt eins og flugvélavængur yfir öllu, ofsalega flott, og menn þegar þetta birtist þá fann ég bara félaga mín að þeir bara akkurat, þú veist, þú klárar þetta klukkan 10 morgunin og þetta verður út í Vestmannaeyjum, á hádegi, Já, þegar vindurinn bara fer undir og tekur þetta upp. Eyjafjöllin eru bara sviptivindar alveg. Já, ég menna vindurinn fer, ég er búin að sjá þetta sjálf, það fer í 70-80 metra á sekundu og þú bara mátt ekki vera úti af því það raunverulega lífshættulegt. Steinarnir koma eins og byssukúlur, og það, ég menna svona Svo fíkur hann eitthvað og bara allt í einu óvart á góðum stað sem allt í einu rosa flott skýli við erum ótrúlega, ég meina hvað með Blálónið, það umhverfisleys það bara, setjum þetta bara að náta. Þú heldur að vængurinn þegar hann lentur í Vestmannaeyjum að hann verið túristattraktion. Það getur bara komið sér vel. Okkar saga bara, borholurnar, við plönum 3 bólhörur, ekkert gegn. Herru, gerum þetta bara blind. What do you know? Hittum á hérna, var það ekki þannig? Ég skildi það þannig í Hellisheiðarvirkjun, þá var búið að skipuleggja rosa vel og svo, því að við kunnum eiginlega ekki skipuleggja,
Við gerum það í korter og svo... Í sambandi við hvaða borholur ertu að tala um? Borholurnar upp í Hellisheiðarvirkjun. Upp í virkjuninni? Upp í virkjuninni, voru fyrst skipulagðar og það var ekki að ganga. Það gekk ekkert, þau hitt ekki á neitt og svo bara ákveður, einu sinni viðbót en blind. Bara heppni. Og þá fundu þeir. Kannski innsæi líka. Kannski. Trial and error. Kannski voru það að dása hana. Ég meina Bláa lónið bara umhverfislega svo allt í henni bara, heyrðu, bara kísillinu bara fyll allt upp í þetta og hver veit og svo kemur hann að 1978 eitthvað gaur með psoriasis og hann bara eitthvað klikkaður, fer út í bláa vatni. Það bara bakteri hérna ofan í sem að lagar svona, bakteri sem finnst hvergi annars staðar í heiminum. Þetta stöðugt. Þannig, og það finnst mér rosa sjarmerandi við íslenska sögur, sko. Þannig að, ég líka við svona framkvæmdir og fæ ég svona, sagan ekki búin, nú mun þróast einhvern veginn. Varðandi ferðaþjónustuna, eftir að segja þessa sögu, ég man fyrir svona, alltaf ekki 5 eða 6 árum, þá satt ég í eldhúsi í Mývatnssveit og þá var kona sem var að segja mér hvernig breytingin hefði orðið í sveitinni eftir hrun sem var náttúrulega ekki hrun í Mývatnssveita því að það hafði aldrei verið neinn bóla þar sko. En þegar ferðamennindi byrjuðu að koma og þá var svona byggðarlag sem var svolítið að gefa eftir en allt í einu komu fleiri ferðamenn og allt í einu höfðu allir eitthvað að gera og að breyta hlöðunni í eitthvað og eitthvað svona smátt og smátt og koma svona 3 kannski ár sem að voru, þú veist, góð. En svo heldur þetta áfram túrisminn og þá allt í einu kemur í ljós að sumir höfðu sko einhvern veginn betri aðstöðu til þess að vera með eða betra aðgengi að fjármagni þannig að þau fóru að byggja miklu meira upp og hætta að vinna við þetta sjálf og það kom aðflutt vinnuafl sem að fóru að keyra það og einhver seldi jörðina sína undir eitthvað stórt hótel og hann fekk allt í einu rosalega peninga og allt í einu kemur svona samkennisandi og allt í einu brotnar sko samfélagið og eftir situr bara eitthvað svona bara allir með dollaramerki sko og dollararnir fara misvísandi staði og svona þetta vorið sem kom þarna og var bara kannski 3 ár að það löngu farið og eiginlega samfélagið stendur ekkert betur á eftir sko en það miklu meiri peningar. Og þetta náttúrulega ekki dollaramerki, þetta krónumerki að því við erum með þennan skrýtna litla gjaldmiðil. En mér finnst þegar við erum að tala ferðaþjónustuna að þá finnst mér fólk svona geta leikið sér að því sko hvar í kúrfunni það að tala sko. Það láta alltaf eins og þetta sé í vorinu, þar sem allir þið koma peningar inn í sveitinnar og ég meina bændurnir sem að gátt ekki lifað sauðfjárbúskapnum hafa svona eitthvað smá auka til hliðar og þú ert myndlistakona og getur farið að vera túrist, gæt og svona eitthvað svoleiðis. En svo erum við náttúrulega komin á allt annan stað, þar sem eru bara einhverjir tekna loftmyndir, teiknað eitthvað og bara þröngvað inn í samfélagið á þess að spyrja kónga eða prest og komið bara út í eitthvað glóruleysi. Sko. Við höfum alltaf stundið að innbyrðis þrælahald. Skilur, við höfum alltaf verið vest við hvort annað. Ég meina, það sagan okkar. Við tókum engana utan og vorum eitthvað að hakkast á þeim fyrir utan nokkra keltska konur. Það ekki við sem vorum vest hvort við annað, það voru yfirvaldið og þeir sem áttu peningana sem voru vond við hinn. Já, en þá Íslandingar á Íslandingar. Þrællin var ekkert vondur við húsbóta sinn, sko. Nei, ég að segja, skilur, en þetta var ekki svo þetta væri þeir og við, skilur, það hefur alltaf bara verið við og við. Þeir drápi hjörlega fyrir þetta. En svo ekki hægt að reka þessa ferðaþjónustu nema að ráða inn erlend vinnuafl, sem fínt, en svo fórum við bara illa með þetta fólk. Borguðum ekki laun, það fær ekki að búa mannsæmandi stað og fær ekki frí og, þú veist, þetta bara ömurlegt að koma svona fram við fólk. Það er algjör skuggalið á þessari sögu. En ég verð að segja svo með þessi baðlón, ég man og við hittumst, það er bara rétt eftir hrun, að þá voru svo margir sem einhvern veginn, þetta var svona til samfélag, alls konar fólk sem var að pæli, hvernig getum við gert betur, byggt upp þetta samfélag og til dæmis eins og þessi klifin á erlendri fjárfestingu og svoleiðis, já, kannski má hún vera, en má hún ekki vera þá einhvern veginn í samráði og má hún ekki vera, ekki hægt að hafa einhvers konar samráð og til dæmis manni þá að mér fannst hugmyndur baðlón vera óbúslega jákvæð, sko, miðað við, til dæmis bara það var klifað á sko stóriðunni, var alltaf bara stóriðan og aðra stóriðu, álversmiðju
og meiri segja engin raunverulega ekkert svona spin-off í kringum álverksmiðjurnar, það var engin, við gerðum ekkert að vinna á rálinu. Nei, það var engin úrvinnsla, urðu ekki til svona sprotaklasar í kringum þessar stóru iðnaðar eins og sumstaðar. Þannig að við vorum svolítið mikið að pæla í því og þá fannst mér þetta svolítið sniðut, þetta með þessi baðlón á Íslandi, með þetta vatn og ég fór til Húsavíkur og var eitthvað að spyrja, viljið ekki frekar vera með eitthvað svona heilsuhæli þar heldur en Bakka. Já, einmitt. Og þannig að svo eitthvað svo skrítir núna er þá baðlónapælingin komin. En þá er að vera út allt. Já, þá er að vera út allt og þá ekki að spyrja neina. Það er ekki úr karakter. Nei, það er algjörlega í karakter. Það er algjörlega í karakter, bara allir með gott kaffi, allir að hjóla. Og vindmyllurnar líka, hugsið ykkur. Vindmyllurnar voru kynntar sem svo umhverfisvænar og maður hélt að fyrst virkilega að vindmyllur væru umhverfisvænar. En nú búið að tekna vindmyllur upp á annarkvört fjall á Íslandi. Já, en fyrir utan þá er búið bara að sýna að þær eru ekki umhverfisvænar því raskið í kringu þeim er svo óboðslegt og það raskar lífríkinu það mikið. Þannig að við þurfum rosalega mikið að pása og einhvers staðar þar að vera einhver yfirsýn, og einhver hlutdeild, skiljið, eins og þarna, ef að þú dregur þá sem eiga heima þarna meira inn í ákvörðunartökuna og ferlið og bara það að þau eru að fara að eiga þetta dálítið. Þú ert að tala undir Eyjafjöllum. Til dæmis, bara það, því það er búið að vera að byrja upp á góma, út af því að Búrfellsvirkjun, hún er byggð út af Rio Tinto. Það var hétt Alusvis þá. Já, en svo breytist það. Já, þegar það var selt. Akkurat. Það var að vísu annað fyrirtæki sem átti að inn í millitíðinni. Allavega, sem við þekkjum í dag sem það. Ég meina, hún hefði aldrei orðið nema út af því að álverksmiðjan og síðan kemur ljós alltaf selt, já, svo fór svo margir vinnu í sveitinni, þetta verður svo frábært. Og svo er bara eiginlega alltaf þannig að það er erlent vinnuafl sem tekur á sig langstærstu vinnuna og allar tölur sína það í ferðabransanum sem gætar. Ég myndi halda að vera svona 60% útlendingar að kynna Ísland. Hvað segirðu, 60%? Það eru erlendir sem eru að gæta. Það myndlistakona sé með allar þessar prósentur. Ég verður fyrir svo miklu vonbrigðum að þú sér þetta. Ég er líka gæt, sko. Ég þarf að vera með þessar þölur. Já, ég ætla ekki að vera með fordóma. Ég veit líka hvað atvinnuhlutfallið er og margir útlendingar eru hérna. Það er bara einhverjum fordómar máladeildarinnar. En ég ætla að segja þetta varðandi samfélagið og heimafólk, því það hefur nú kannski oft verið svolítið vandamál á Íslandi að heimafólkið og fólkið í sveitunum hefur ekkert endilega með fullri virðingu, eins og þú ert að lýsa kannski myndi, það hefur ekkert endilega verið tilbúið til þess að standa saman og pæla í því hvað er samfélaginu fyrir bestu til langframa. Það hefur verið svolítið svona einmitt tilviljunarkennd uppbygging og hægt að kaupa þennan og ekki hinn og svoleiðis. Þannig mér finnst það svo góðar fréttir þarna að það sé samstaða og á Reykjanesi er það ekki þetta hvað heitir þetta fyrirtækið sem að... Þetta heitir Co-Terminal. Já, það er bara í Hafnarfirði. Já, við kallum Carbfix sem er eiginlega bara tæknin eða Já, það er Carbfix tæknin en nýtt fyrirtæki stofnað í kringum þetta. Þú nú jafnsvæku, hvernig finnst þetta? Fyrst hafði ég og lítið í þessu að því að ég hef nú hort á kollega mín að þróa þessa tækni hérna upp á Hellisheiði og hún virkar. En svo að því fara að skoða... Carbfix er tæknin þú setur affangsefnið og það breytist í glópagull. Nei, þú leysir upp koltvísýring í vatni undir þrýstingi og dælir því niður og þá er vatnið súrt en síðan hvarfast það við bergið og leysum út af kalsíum og magnesium og járn og síðan falla út kalsíum, magnesium og járnkarbonat. Og það hefur verið sýnt fram á að það virki upp á Hellisheiði og það hefur líka verið sýnt fram á það í tilraunum. Inn á labbi upp í Háskóla Íslands og í Toulouse og víðar þar sem fólk hefur verið að vinna saman á þessu verkefni. En svo þegar ég fór að skoða þetta eins betur og þá er berggrunnurinn allt öðruvísi þarna í Straumsvík. Fólk heldur kannski að þetta sé inn á virka gosbeltinu en það er það ekki. Þessu hraun sem er þarna það hefur lekið út úr virka gosbeltinu. Já, nákvæmlega. Og í rauninni er berggrunnurinn þarna eftir því sem ég kemst næst er
svolítið líkur berggrunni hér í Reykjavík sem að eru hlýskeiðshraun og móberg svona inn á milli og allt innflæði í jarðfræði borholur fyrir heita vatnið í Reykjavík bara eftir sprungum sem koma þarna þvert á hraunin. Þannig að það yrði líka þannig út í Straumsvík, gerir ég ráð fyrir, en ég hef ekki séð neina góða úttekt á þessum berggrunni og það hafa ekki verið boraðar nema held ég 3 borholur sem eru dýpri heldur en 100 metrar og hitastigið af 1000 metrum 75 gráður og í rauninni til þess að þessi karbonat falli út þá þarf að leysa upp bergið og bergið og hraði uppleysanleikans hækkar þegar hitastigið lækkar en með karbonmetin þannig sem öðruvísi en aðrar steindir að þegar hitastigið hækkar að þá falla þessar steindir út. En ef að þetta vatn sem þarna á 1000 metrum ekki nema 75 gráður og erum að dæla inn fullt af köldu vatni það eiga að vera rúmlega 2000 sekúndulítrar af vatni sem fara þarna niður í fasa 4 og ekki nóg með það heldur rúmlega 100 sekúndulítrar af heitu vatni. Þannig að það gert ráð fyrir að nota hitaveitu vatnið okkar til að leysa þetta koltvísýring upp til að blása svo niður 80 gráðu ekki 80 gráðu heitu af því það kælist með öllu þessu kalda vatni og þá spyr ég sjálfa mig hver hratt leysa þessar steindir upp sem þarf að leysa upp til þess að geta fellt út karbonutin. Ég held ekkert að það sé á hreinu. En vísindafólki mert vísindafólk sem eiginlega fann upp þessa og þróa þessa aðferð það með í ráðum þarna? Það stendur það fyrir þessu? Frumkvöðlarnir, eins og Sigurður Reynir og Erik Ölkers sem bandarískur en býr í Fraklandi, þeir eru ekkert með lengur. En ertu að segja að það sé öðruvísi aðstæður heldur en upp á Hellisheiði? Já. Það sem ertu að meina? Já, vegna þess að þar hitastigið miklu hærra. Ok, en hvernig í ósköpunum getur þetta þá? Miklu meir hengli. Þannig að það er ekkert eins víst að þetta virki eins vel. Þar erum við inn í virka gósbeltinu, þar er miklu meira sprungur. Og samkvæmt því sem að ég hef lesið kjarnorkuúrgang þá er Vala, þú voru að tala í mikrofóninu. Já, það er hitastigið á vatninu í þessum borholum upp á Hellisheiði eru á 1500 metrum það 180 gráður, þannig að það er vel yfir 100 gráður þar. En svæðið alltaf að færast, það átti að vera fyrst bara alveg við Straumsvík og svo það alltaf að færast Já, ég teki eftir því að fasarnir fara alltaf lengra og lengra. Líklega að leita betra bergi eða eitthvað. Ég veit það ekki. Er það ekki út af mótmælum íbúa sem stu okkar? Nei, það er ekki. Ef ég hefði verið að velja annað svæði til þess að dæla niður og halda áfram með þetta business model að hjálpa fyrirtækjum að farga koltvísýringsriski gegn gjaldi og þetta er nokkuð vel dýrt að þá hefði ég farið inn á sprungnara svæði og nær gosbeltinu og jafnvel í gosbeltinu það væri til dæmis að því að Grindavík að leggjast af það er ekki margir sem vilja búa þar, það verður dæla þessu niður þar. Þú segir vatn eða með þar sem við ætlum að reyna að losa okkur eða binda aftur koltvísýringurinn. Ég las daginn að þá erum við líka að tala kjarnorkuúrgang. Nei. Hvað var það? Það er bara eitthvað allt annað. Það hef ég ekki heyrt. Eitthvað sem við bara haldið ráðum að það veri næsta stig. Nei, ég skal fletta þau upp. Ég var alveg pingur svona, wow. Nei, það held ég ekki. Hvað er verið að flytja þarna inn til þess að dæla hún í jörðin okkar? Já, ertu að meina að það sé jafnvel að talandi úrgang og sorpu? Já, hvað erum við að fara að taka móti og dæla hún í bergið? Eftir því sem ég best veit er það bara koltvíoxíð á vökvaformi undir þrýstingi. Sem kom hvaðan?
sem kemur úr iðnaðarfyrirtækjum til dæmis í Þýskalandi. Akkurat, sem kannski bjó til álið sem við framleiddum og tókum efni frá Ástralíu. Það til dæmis eitt sem ég mjög erfitt að útskýra fyrir erlendum ferðamönnum náttúrulega, ég fer inn í hversu sjálfbær og svona kólefnislaust, allavega sporið lítið í okkar orkuframleiðslu og við erum sjálfstæð og núna þegar vandinn í Evrópu var, þá vorum við alveg sjálfstæð og það var frábært og þetta eiginlega það eina sem ennþá frekar ódýrt. En hvað erum við að gera við orkuna? Og hvernig erum við að nýta hana? Og það þarf að fara inn á að því ég keyri náttúrulega Hvalfjörðinn með þá verksmiði, maður keyrir út á Reykjanes með þá verksmiði og þau spurja og þá náttúrulega ertu að útskýra fyrir já, nei, við tökum efni inn frá Ástralíu, breytum því hér í ál, við þurfum líka að flytja inn timbur, af því það ekki svo mikið timbur hérna út af ákveðnum ástæðunum. Og þá þetta náttúrulega bara ekki sporlaust. Það líka flutning. Já, skilur við, þannig að þetta bara rosalega mengandi og svo náttúrulega þekkt að þú vinnur lengi á álverksmiðjum, þá krabbameinstíðni hærri, þannig að enginn vill vera að vinna þar heldur. En þessi saga, hún getur alltaf truflað það að einhver sé með þessa lausn á því að dæla þessu þarna niður, því það jákvætt í sjálfu sér. Alveg, því það endrast að segja, ættum við ekki frekar að vera að gera eitthvað annað. Já, eða ef við erum að fara að taka á móti 2 tonnum á kjarnorkuúrgangi í Nei, það ekki kjarnorkuúrgangi. Það alveg óþarfi að vera að segja það. Segjum það væri svona worst case scenario að því það svona bannorðið, en ekkert eitthvað far off ef við fengjum alveg nóg pening fyrir það. Hún sagði það myndast ekki Nei, hún ekki segja myndast koltvísýringur í kjarnorku sem að við byrjum að taka móti hvað sem efnaúrgangi frá Þýskalandi. Þetta búið slökk á líka í Þýskalandi. Það búið slökk á kjarnorkuúrgangi í Þýskalandi. Já, ég menna, akkur ekki bara dæla svo onni hjá sér? En ef við ekki að reyna að tala um það sem við erum sem að stendur til hér, þó að hvað ef sé ágætt. Já. Líst þér ekki alveg á þetta eða? Vala? Nei, mér finnst ekki. Akkur ekki? Mér finnst ekki að það sé búið að allavega þau gögn sem að ég hef séð og samkvæmt þessari umhverfisskýrslu sem eru nú upp á rúmlega 200 síður sem ég hef búin að fara yfir að vísu ekki frá atriðlegu en bara með leitarorðum að þá finnst mér ekki vera búið að gera nóg mikla rannsóknir til þess að fara af stað með þetta og þess vegna ætti ekki að gefa leyfi fyrir meira heldur en fasa 1 þar sem þau skoða hvort að þetta virkilega virki og hreinlega gera sér grein fyrir því hvort að uppleysanleikin á berginu og sýrustigið á vatninu það líka hækka og það gerir það þegar þessar steindir leysast upp og þá geta karbónetin fallið út en hvort að þetta virki við þetta lága hitastig það ekki vissum. Það reddast. Þetta er bara sami hluturinn, það er ekki búið að vinna forvinnuna. Það er nákvæmlega sama. Við notum reynsluna frá Hellisheiði, við bara borum og svo verðum við heppin í eitt skipti og ein hólan virkar. En talandi um þessa ímynd sem þú ert að tala um okkur og við þessi græna þjóð, ég man þegar ég heyrði þig og Stefán Arnórsson það ekki jarðfræðing? Jú, ræðum það til dæmis þessi græna þetta að hugtakið endurnýjanlegur orkugjafi eða endurnýjanlegar orkuauðlindir að þær væru bara beinlínis þær yrðu hættu að endurnýja sig ef það væri borað of hratt of mikið og of hratt að þá myndi hætta þessi endurnýjun og þetta finnst mér bara einhvern veginn ekki talað um að við erum alltaf það eins og bara framkvæmda armurinn og hugsunin og rannsóknirnar, allar þessar rannsóknir sem við eigum og getum verið stolt af líka að þær það ekkert rannsóknir á sviði lista Þetta var rætt á þann að halda áfram að ég ætlaði bara svona að þegar við héldum fundin það tæmdist það sem að Stefán talaði og Björk talaði þið komið heim í stofu til mín, ég man eftir því þegar við vorum undirbúðan á fund að þá var ennþá verið að tala um jarðhita sem endurnýjanlega orkuauðlind en nú er farið miklu varlegri sagnar. Það má ekki taka of mikið hvert svæði
sérstakt og það var meðal annars Stefán sem barðist fyrir því. Eins og við komum í ljós við Helliseiðavirkjun, þetta við að fara alltaf að bóra meira og þá er búin að teygja sig yfir í eitthvað annað svæði. Já, einmitt. Til þess að halda virkjuninni gangandi, af því að hún leið og þrýstingurinn lækkar þegar eftir svo meira tekur, að þá er sko það sem hún getur fengið út úr orkunni fellur svona rætt sko. Já. Jú, en svo eru verið að kveikja aftur í Reykjanesinu þannig að við þurfum ekki að ágjöra þessu. Nei, en ég veit að það búið að koma fram, ég ætlaði bara að segja, þetta er þessi ímynd samt sem aður, sem leiðsögufólk og allir, við erum ennþá og bara í flugum, það er ennþá samt verið að selja þóttavísindur og þetta er kannski einhverjir sem tala varlegar endurnýjanlegar og græna orku, þá erum við samt að selja okkur. Við viljum bæði einu, við viljum stóriðju og vera græn. Það finnast á Íslandi er að Íslendingar selja sjálfur sér að fara hérna upp á hálendi og horfa á eyðilegt land þar sem er búið að sko éta niður á þar sem á gróðurinn er að brotna, er valla til meira heldur en lyng og mosi og þeir horfa á þetta og halda þessi ósnortið land. Þetta er land sem er að gefa sig út af manninum. Íslandi er stærsta eyðimörk. Manngerða eyðimörk í heimi. Já, sú sem er að Já, ég sé bara eyðimörk sem að maðurinn hefur búið til á Íslandi. En Íslendingar fara þarna og horfa og halda þessi ósnortið land. Já, einmitt. En það er að því að við vorum alin upp við það. En núna bara vitum við betur. Eða ættum að vita betur. Hvað er þetta þá? Mér svo ljóðurenda sem að Helliseiðavirkjun er að gera, sem ég held að væri þetta, er þau dæla þarna niður þessum ágangi og þá verður glópagull til. Já, að því þeir sem að ennsku er fool's gold sem er alveg stórkoslegt. Það er steindin pírít sem er með svona gulllit. Sem skúltúristi get ég ekki hægt að hugsa að búa til. Það kallast glópagull. Og erum við að nýta það? Verður við bara eftir niðri? Jú, sko, þeir hafa verið að dæla. Þú gæti kiftið upp og þá ertu komið. Það er bara með rísa glópagull kolla sem var einu svona orka, geðveikt. Það komið í ljós hérna jarðfræðilega gengur þetta líklega ekki upp. Sem listrætt gjörningur er þetta gegn. Já, en líka þú verður bara að setja mót og bara dæla það sem þið hafa verið að gera. Nú erum við að tala saman. Þið munið kannski eftir því fyrir svona 10 árum að þá þegar að þannig viðræði lagðist yfir Reykjavík svona mökkur af brennisteins gasi sem að, og þess vegna eru allir, hvað heitir það, pælon á íslensku, sem heldur upp á orkuvírunum, staurarnir, möstrin, mest er all möstrin ryðguð út af þessum brennisteini og það var allir magnarar hjá RÚV að það þurfti að vera að skipta það ég á rosalega fínar magnarar og ég þarf að fara með henni hreinsun á hverjum út af Helliseiðavirkjun og þetta voru út af Helliseiðavirkjun og líka fólk laðist inn á spítala við svona aðstæður og þar til göttunum. Þeir tók upp á því að prófa það. Hvað með að við tekum þetta brennisteinsgas og blása það líka niður með koltvísýrnum. Og það tókst. Og það tókst. Þannig að núna blása þessu niður að mestu leyti. Nema úr nýjum holum sem er að blása. Ég fann fyrir þessu, sko, ég var á astmalyfjum á þessu tímabili, sko. Já. Og ég er ekki af lengur á þeim. Sko, verður alltaf fool's gold. Það er svona fjölskyldu óðal í móður fjölskyldu minni sem er sumarbústaður við Álftavatni í Grímsnesi og mamma er búin að fara held ég oftar yfir Helliseiðina en talandi um Helliseiðina sko. Heldur en nokkur önnur manneskja kannski og hún tók eftir því að veðrið hefði breyst eftir að virkjunin kom. Þannig að þetta er ekki bara jörðin sko. Það getur verið Það er veðrið er öðruvísi á Hellis og ég hef heyrt að þetta sé kannski ekki svo galið. Það er svo rosalega gufa og það verður bara öðruvísi veður. En það er kannski bara allt í lagi. Já, það er kannski, ég veit það ekki. Það er svolítið bara svona lokal. Þú bara breytir veðrinu. Já, eru jarðhræringar líka. Er það veður? Gæti það verið? Er það svona par? Já. Upp og niðri, nákvæmlega. Þú veist, ég meina að það er ekki eins og þetta sé ekki á veðurstofunni. Já, nei, þetta er á samasta, það er alveg rétt. Þau eru öll í samtali. Akkurat, já. Ég er að gera sýningu fyrir veðurstofuna, þess vegna er mér þetta hugleiki, sko. Já. En við búum á þessari jarðkúlu okkar, við erum með steinkolfið sem er jörðin og svo erum við með andrúmsloftið og svo erum við með lífkolfið. Já. Og þetta og svo vatnskvolfi líka. Þetta tvinnast allt saman. Þetta eru kerfi sem tengja saman. Akkurat, og það vantar með orði sem er yfir heildarpakkan sem ég hefði haldið að við værum að nota veður fyrir.
Það eru eitthvað Það er bara ofanjarðar. Það hefur ekki Svo kemur það sem er að maðurinn vera og neðanjarðar að Hlýtur að þetta búið til orð yfir gera eftir minni Það er svolítið flott. skilgreiningu. Er það ekki hluti af Heildarveður lífhvolfinu? eitthvað. Nei. Það er bara jörðin öll með andrúmsloftinu. Þetta er svo áhugavert, Já, skilur, og það svo er fer maður, mjög ég fer interessant, reglulega á þetta Reykjanes Já, og það er labba bara inn í þessu jarðkerfið. Hollywood setti sem eru bara interstellar, veist, maður er bara búin að fara þarna inn í Hollywood og fer síðan í alvörunni og þetta er þessi bláa gufa sem að stígur þarna upp og svo er náttúrulega lónið, blálónið algjörlega og fullkomlega umkringt að svörtu að því að það er náttúrulega það er náttúrulega ofan á. Svörtu hrauni? Nei, það er ofan á hylkinu magma chamber ég gæti svolítið Já, það sem kvikuhólfið. kvikuhólfinu, það er bara undir lóninu og það er eitthvað sagði frendi minn sem er stjórnar eitthvað hjá HS að það væri eitthvað svona berglag sem myndi alltaf stoppa gosið. Ég myndi aldrei fara í bláa En lónið. ekki heldur, Nei. en ímyndi Ekki ykkur. Ok, stórt sjáðu hund? þetta. Nei, Ég get núna. ekki núna meðan að Nei, þetta kerfi er ekki sniður. að bólna svona upp og niður. Þú Við erum veist, með hvernig bíl brotnar ofan á. þetta berg hérna fyrir Og eina ofan. ástæðan fyrir að þetta ekki komið upp er það að veist, hólfið er veikast í kontunum og þá þú horfir bara á það hvar það er veikast Já. og þau eru bara þarna onni að baða sig og ég fer ekki onni og prótokólið er bara allir í rútuna ef það kemur En þú er doktor í Svartsengi. Já, ég myndi aldrei fara í Hérna er Svartsengi. doktor í, og þú myndir aldrei fara ofan í blálónu. Ekki þessu Ingmar Bergman setti eitt pult á virkni hann, þú myndir ekki gera það. Nei, ég myndi ekki Ég myndi fara. alveg gera það. En ímyndu ykkur þetta. Þetta er bara, ég kemur svo getur heilan mig. Ég veit þetta er nasti og ég vonum þetta gerist ekki fyrir innviði Reykjanes. En þessi appelsínuguli, sáuðu appelsínugula, sáuðu eldfjallið, þú sást það. Þessi appelsínuguli í hrauninu með bláa lónsbláa. Svo bara kemur það þarna upp. Ég held að það væri ekkert fallara. Þetta er að sjá Þú veist, það er bara hraunir svona- enn út í blálónu. Ég bara fæ svona unashroll við tilhugsunina að Ef sjá það hennan. reyni út í lónið, já. Ég kemur bara upp, skilur, bara loksismynda bara Eða bara koma. upp í Já, gegnum Já, bara lónið. í gegnum, já. Þetta er góð Það er alveg litapaletta. moment. Geðveik litapaletta og bara með reiknum og vonandi rigning og svona mordórstemning á Reykjanesinu, það er Og best. smá glópagull. Já, nei, það er annars það. En ég var svo hrædd við þetta, það var hérna, Gyrðir Elíasson var með svo frábæra sýningu út á Reykjanesi og þá voru einhver svona tíðindi að það væru líklega von á gosi og ég bara, þetta var síðasti dagurinn, ég þorði ekki að fara og ég held sko að enginn myndi fara því ég var með börn og var að passa ungum, það er algjört ábyrgðarleysi að fara keir út á Reykjanes sko, held ég. En Ekki Sandgerði, það er alltaf leið. Já, en það hafði ég mitt verið að lesa sko, svona, fylgst með síðu þar sem að mikið af útlendingum eru, sem áhuga mennum jarðfræði, áhuga fólk. Og ég er hætt að skoða þetta núna sko, maður verður alltaf hræddur því það er bara svona alltaf, það eru öll svona myndbönd þar sem maður sjást jarðfræðingar, það er búið að búa til mjög myndrætt, þetta er svona rauðar doppur sem að stækka. Já, það er einhver, ég held í tónlistamaður sem að varpar öllum jarðskjálftum inn á kort. Það er mjög flott hjá honum. Ég kaupi andur kaffibólla sem að veða því það er svona einn nappur. Já, já. Buy me a cup of coffee. Því hann hefur unnið þetta allt í sjálfbóðavinnu. Ég meina, minnstar hættan er þegar það er gos, því þá vitum við hvar það er. Já, nákvæmlega. Skulur, mesta hættan er þegar það er að fara að koma gos. Og minna, það var mjög, ég var þarna þegar það var kvikuhlaupið í lóninu, ekki onni, en þau voru öll onni. Og hérna, og svo... Þínir farþegar, Mínir þínir farþegar, gestir, já, allir kúnnar, onni. Og svo færði SMS. Er þú með þeim onni? Nei, fer ekki onni, ekki fer ekki hún. Að því ég ætla bara að vera stand-by, að því ég tekur svo ekki léttilega. Nei. Og það fer allt í gang, og veist, það eru svona bjöllur og SMS og þau koma hana, allir yfir 35, erum hleyp út, bara í sundfötunum, bara með draslið sitt, allir undir 35, ekki hlaupandi, á Insta Live eða TikTok, að bara hafa það frábært, skilur, og bara geðveitt skemmtilegt og spennandi og hlæjandi og þetta var svo mikill munur á aldri og bara svona raunveruleika tengingu. Veistu, mína tvær sem voru undir, sem voru 26 ára, voru hann einhverju spánverjar, ég endaði að mitt prótokól er að fara og breytirnir bara, they've been warned, let's go! Og ég hlaupandi Wow. Já. Alveg svona aksjón og þá var Grindavíkur vegurinn bara stútfullur, það var svo margir í lóninu, þannig að við þurftum að fara hringinn í kring sem er svolítið búið að vera raunin síðustu vikur. Þú mátt ekki fara í gegnum Grindavík sem enginn veit alveg af hverju ekki.
Þannig að mér finnst mjög margt svona varandi reglugerðir og varandi upplýsingagjöf og varandi af hverju hlutir eru gerðir og ekki komist til skila á skrifstofun okkar eða til okkar gætana. Ef ég spyr þessa verði þá þeir bara, látt ekki svona vinnan, farðu. Og ég fæ engin svör, ég skil ekki akkur að lónið opið fyrir utan kapitalismu. Ég fæ mér að segja SMS þegar ég keyri fram hjá Heklu, þá kemur bara SMS, þú ert við hliðina á Eldfjalli og það getur gosið hvernig sem Núna? Kemur núna hjá þér? Já, stundum, já. Stundum og stundum ekki, sko. Við erum að fara í Heklu, Kötlu, Reykjanes og mögulega Bárðarbungu. Já, þetta alltaf bara á leiðinni, sko, nákvæmlega. Katla náttúrulega vandamál, það svo nálægt byggð. Já, nákvæmlega. Og Hekla minna. Öflug, sko, já, en hún löngu komin á tíma. En það bara komin vel yfir. Nú erum við komin í rétta sumar. Eyjafjallajökull búinn, næstu 100 ár vonandi, sko. Ég hef alltaf verið með, finnst þér ætti að vera skilti á Bláalóninu sem að væri svona mynd af manneskju að taka selfie og svona kross yfir, ekki á meðan að gos. Nei, ég held að þessi forræðis ekki. Sé ekki, þú hefur ekki trúið að þetta stjórna heiminu með svo skiltum. Nei, ég held að ekki. Sérstaklega ekki undir 35. Má ég breyta umræðinni? Já. Hvar voru þið stödd þegar það var skotið á Trump? Ég bara mista á sig, ég sá þetta í fréttanum í morgun. Sko, ég var sofandi þegar hann var skotið á hann, en ég var undir Eyjafjöllunum þegar ég vaknaði og heyrði fréttirnar, já. Ég man eftir hvar ég var þegar Kennedy var skotin. Já, ég líka. Það var í Bandaríkjunum, þannig að ég Hvor Kennedy? Hvor Kennedy? John. Sko, já. Ert þú svona gaman fyrir ekki? Já. Þú verið svo ungur, undir 35. Það gæfir, nei. Veitu, Kennedy, hvenær var hann skotin? Var það ekki bara? 63, já. Nei, þetta var mikið sjokk þegar ég heyrði þetta. Þetta kallaði á margar minningar með Trump. Manstu hvað varst þegar Kennedy var skotin? Já, ég man alveg augnablikið þegar það kom, ég var 4 ára og nágrannakona okkar kom yfir, sko, alveg hvít í framan og æpandi á mömmu, sko, og sagði það er búið að skjóta Kennedy, sko. Ég man að pappi aldrei nokkuð tíman. Kom heim, hann vann sem verkfræðingur á Keflavíkurflugvelli. Hann kom hlaupandi inn og upp í stofu og kveikt á útvarpinu og fór yfir á bandaríska útvarpið. Þannig að það mátti aldrei vera bandaríska útvarpið heima þegar hann var heima. Og svo sátum við þar og hlustuðum og hann þýddi fyrir mig hvað varum að vera. Ég elti sólina norður. Þegar Trump var skotin? Já, ég var farin, þannig að þá var ég var komin til norður, ég var komin á Sigló. Það var listahátíð í Sigló, súpifjör, ekkert frábært veður, en ekki rigning eins og í Borgarfirði. Var að leiðinni heim í gær, morgun, þegar þetta kemur í útvarpinu. Þannig að þetta greinilega, ég svaf yfir það. En ég átti rosa svona siðferðislegri klemmu því ég heyri þessar fréttir og ég ennþá í henni. Að því að svona upptilópa ég mjög á móti dauðarefsingum og morðum bara almennt á öllu. En ef það ætti að skjóta eitthvað á? En ég var bara, ég var alveg byggt djöfull, akkur gat hann ekki prumpast bara út. Ég hugsaði það líka í morgun þegar ég vil láta þetta er svolítið skrítið. Þurfti hann að líta í burtu. Og líka og síðan hann svo mikið sjómenn að hann skilur að vera hann í famlanum og gera hann nefan sem að Amerikanin náttúrulega bara blotnar yfir. Veit ekkert betra en hann að tough guy sem á skotinni eirað og síðan bara með nefan og lofti með ameríska fána fyrir aftan. Næstu því eins og þetta sé sviðsett. Og fólk eitthvað að parata við frönsku byltinguna. Ég alveg, nei, getum við ekki freka para þetta við hann innrásuna í Washington. Myndin næstu því eins af Jóni af Örk með franska fánan, sko. Þetta bara næstu því eins. En þetta bara, það minni. Og allt þetta fór alveg svona, ég fekk svona smá taugaáfall. En hann heppinn. Já, en ekki bara því að hann fekk þetta í eirað. Og líka með fánan og hann bara heppinn. Hann líka sjómenn. Heppnin bara, hún kemur bara til bankar allstaðar. Jú, alveg rétt, hann heppinn, það vindur í flagginu en hann líka bara, haha. Veit hvað hann gerir, hann kann að fylla líðin. Sagði líka bara Guðin með mér, þannig að þú veist, þetta er bara komið. Já, hann kann nota það. Og svo þetta er bara mjög athyglisvert, af því svo talar hann bara leið, það er valla búið að reisa hann upp, þá var hann að tala að sameina þjóðina og allt þetta, hugsaði hvað þetta er fljótt að gerast, sko, og hvað allt breytist hratt, sko,
og hvað getur notfært þér. Stundum gerist það þegar ég bara vona hann meini þetta, ég meina kannski bara verður þetta til góðs. Ég get ekki þess að 20. aldar kallmenn lengur. Geta þér please horfið af yfirbúri jarðar? Stundum gerist það að þegar fólk horfist í augu dauðan, að þá næstu eins og það endurfæðist og getur skammastund getur það góðu fólki, jafnvel illmenni. Nákvæmlega. Svo verður það yfirleitt aftur að illmennum, en það annað mál. Já, það læknir sem Hann aldrei að fara að vera ekki illmenni, horfða á hann. Heldur hann ekki séð ljósið? Nei, hann hefur séð ljósið yfir bara, þetta frábært fyrir mig og mína baráttu fyrir sjálfan mig og mína menn. Bara alveg svo Putin myndi hugsa eða Erdogan eða Netanyahu eða þessir áttröðu kallar sem að... Það læknir í Bandaríkjunum sem var að veiða einu sinni og hann hafði aldrei nokkuð tíma að koma inn á tónlist og engan áhuga á tónlist. Og svo þurfti hann að hringja í mömmu sína einhverju hluta vegna, sko. Fór í símaklefa nálægt vatninu og tók upp síman og hringdi, við ætlum að koma í matinn í kvöld, þá kom elding, ofan í símaklefan og baff og allt bara sprakk og hann lá kylliflatur, lifði af, svo vaknaði hann á spítala bara mánuði seinna. Og kunni frönsku? Nei, og bara hann heyrði bara músík allan tíman, og svo bara þegar hann var komin út af spítalanum, þar bara fór hann að keypti sér píanó og byrjaði bara að spila og svo bara hélt hann áfram að gat ekki hægt að spila og búa til músík og svo sagði hann upp vinnunni, svo skildi hann með konuna sín og börnin, og hann tónlistarmaður í dag. Ég myndi ykkur að þetta var Trump. Kannski bara byssukúlan og eirað á Trump hérna. En af hverju skildi hann við börnin? Já, hann bara gat ekki annað en helga sig 24/7 tónlist og það er þessi eina elding og þetta augnablik. Ég segi bara svona. Hvað heitir þessi tónlistarmaður? Læknir eða tónlistarmaður? Hvað segirðu? Bush byrja að helga sér portréttmyndum. Hver veit hvað gerist? Já, maður veit ekki, sko. Listin allavega nærandi, við getum allavega að segja það. Hún bara til að alla breytingar eru góðar. En trúið þið að fólk geti breyst? Já, ég trúi því. En trúið þið að Trump geti breyst? Það verður að vilja breytast. Ég trúi ekki að Trump geti breyst. Trump alltaf að breytast, það leikurinn hans. Leikurinn hans Trump að halda okkur í stöðu ástandi af óvissu og því að hann segi eitthvað á skjön við sjálfan sig. Jú, en þetta ekki eitthvað þegar við segjum breytingar, við þá ekki að meina eins og í þessu, það einhver auðmýkt, það einhver svona gagnvart, einhverju stærri skala og einhverju svona. Það gerist mjög oft. Þú ert nú tónlistarmaður, þetta ekki svolítið, þú þarft að vera svolítið á valdi tónlistarinnar og þú gefur svolítið eftir þitt svona kannski ego inn í tónlistina, það ekki? Já, algjörlega, ég meina hún náttúrulega húsbóndinn, sko, þetta þarf þetta að vera náttúrulega samvinna, þú og tónlistinn, sko, en annars ég vilja vera með klisjur, sko, en þetta þannig. Ég klassísku músikant, sko, ég meina það kostar bara mikla vinnu að verða eitt með henni, að spila vel og standa þig, sko. Já. Fyrir mér gengur þetta út á að taka undirmeðvitund og meðvitund, láta þær dansa og svo setur þetta inn í collective consciousness. Já, þetta alveg það saman. Þetta bara það. Eða eins og kokkurinn gerir. Hann bara tekur ykkur hráefni, gerir ykkur góðan rétt, misgóða réttir eftir misgóða kokka. Já. En þannig talar svona, þú tekur þetta, mér finnst það líka samt svolítið svona nýfrjálsíkjan, ég tek undirmeðvitundina, við tökum, það er undirmeðvitundi sem tekur okkur. Þú tapar inn í hana, ef að segja þannig. Ok, já. Og ef við förum þangað, þá eru allir listamenn freka miklir einstaklingshyggjukarakterar og við getum ekki hort fram hjá því. Nei, ég veit, en ég var að segja svona hugsunin samt, þú veist, bara Trump myndi breytast, svona ég hugsaði með mér, það getur vel verið að hann breytist eitthvað, en maður sér ekki fyrir sér, sko, þess að svona einhverja breytingu byggð á auðmýkt eða svona, það var áhugavert að sjá þessa ræðu sem hann ætlar að flytja í dag, það er alltaf að endurskrifa ræðuna sem hann ætlar ekki vera kritisera Biden heldur, tala mikilvægt þessar samvinnu og eitthvað fleira. Ég sé bara mjög lukkulegt að það eru 4 mánuðir í kosningar. Þannig að þetta getur ennþá svona gleymst. Svona allavega einhver leiti. Það væri ekki gott ef það væri kosninga bara til viku. Þá er þetta frábært fyrir Trump. En munið þið hvar þið voru þegar Ólafur Palme var skotin? Ég man það, já. Ég voru á lestarstöð í Alicante og las það í El País og fekk alveg sjokk. Ég sagði, hvað er þetta hægt? Hvaða ár var það aftur?
hvað er það, 84 eða hvað? Neða, kannski 85-6 og svo leys. Ég man bara þegar John Lennon var skotinn. Ég man ekki hver ég var þá. Ég átti heim í Bretlandi en ég man ekki eftir því að það hefði tekið neitt voðalega mikið á mig. 86, 85. 86 í febrúar. Já. Hvar varst þú þegar Lennon var skotinn? Ég var upp á Hólsfjöllum að koma af gönguskíðum og þá var þessi. Kom inn og pappa og mamma voru í svo miklu sko bara áfalli algjöru. Það var eitthvað skrítið við bróðum mig vorum að koma svona hress inn á gönguskíðum og þau einhvern veginn inni gráta, eða bara ég man ekki nákvæmlega en það var einhvern veginn þetta ofboðslega áfall. Já, og svo til svarthvít mynd af okkur á þessum gönguskíðum örugglega einhvern tímann áður. Þannig að mér finn í minningunni sem sagt John Lennon hann var skotinn og það varð allt svarthvít einhvern veginn. Já, einmitt. Þetta eru kallað flashbulb moments í sálfræðinni, sko. Atburðir sem þú manst, sko, sem eru svo sterkir og þú manst alveg hvert smáatriði, sko. Ég var í fiskibræðsla við Frosta í Súðavík. Var þar inni með skemmtilegu kallinn sem sá það og ég hafði labbað þar inn og þá kom þetta í fréttunum, Lennon eða skotinn. Svo man ég bara að við sátum hann svona í þögn og vorum að hlusta á þetta. Og svo labbaði ég út og það var algjörlega sko spegilslétt. Það var bara algjört logn inn í og það hefði verið mikið snjóað mikið þannig að það var ófært inn í fjörðinn og bændur voru að hella niður mjólk og labbaði svona út á fisk út á bryggju endan. Og þá kom til mín maður sem var eini maðurinn í Súðavík sem ekki vann hjá bænum eða hjá Frosta. Hann vildi vera sjálfstæður og hafði keypt sér vörubíl. En eins og oft er að þá, ef Frosta vantaði annan vörubíl, heldur þeir áttu, þá pöntuðu frekar sko innan á Ísafirðin, ekki frá þessu manni. Sem bjó á staðnum, af því að þetta beigja hann undir. Þannig að hann hafði þá gefist upp með að því hann þurfti að brauðfæða fjölskylduna og farið og vann með okkur í móttökunni. Og hann labbaði svona og stóð við hliðina á mér og það voru svona mávar sem svifu svona yfir. Og þá sagði hann, skrítið að okkur hafi ekki tekist einhvern veginn að þjálfa mávanna einhvern veginn. Ég meina, ég vissum að þeir var alveg til að taka svona einn og einn mjólkurpott í gogginn og koma með frá bændunum. Sko... Þetta hljómar svona eins og draumur. En hvar vorum við þegar þegar var skotið á Palestínu búin að hugsa ykkur? Við getum ekki beint, við getum kannski sagt, fundið einhver augnablík í því, hugsa ég. Meinar núna? Þetta er bara linnulaust náttúrulega. Já, því það búið að vera svo linnulaust. Það verður svolítið merkilegt að heyra eftir. Já, ég sé að það er sjóður í Listaháskólanum í tónlistadeildinni sem er til styrktar framúrskarandi nemyndum, sko, sem er útskrifast frá Halldóri Hansen sem var barnalæknir og mikill músíkundur. Hann skildi allt sem hann átti eftir og það er mjög fallegur sjóður og við verðlaunum 1 eða 2 nemendur á hverju ári. Og ég var á fundi af því það átti að fara að úthluta og það kom, hann er í vörslu banka þessi sjóður og þá kom maður frá Arion banka og sýndi okkur hvernig það er verið að fjárfesta, geyma þessa peninga og það eru innlend hlutabréf og það eru erlend og það er þetta og hitt og eitthvað svona og hann sagði já, erlendu hlutabréfin þau eru bara þarna og ég sá það er bara lína þarna upp, sko. Og ég sagði, heyrðu, þetta er akkurat þarna dagurinn sem Hamas réðst inn í Ísrael þegar þetta byrjaði og frá þeim degi þá fóru erlendar hlutabréfin og þau eru ennþá bara á leiðinni sko bara gjör ólíkt öllu öðru. Já, þá eru þeir að fjárfesta í vopnaðina. Já, það er náttúrulega bara þannig, það er sorglegt. En þið getið beðið að sé ekki gert. Teikna þetta. Já, hvað segirðu? Já. Þið getið beðið að ykkar hlutabréf í þessu Já, algjörlega, fjárfest þetta var alveg eye-opener, sko. Sjá þetta svona svart á hvítu. Ógnarlegt. Já. Þetta er svona létt spjall heimsendi. Létt hjal. Ég er svolítið að spyrja fólk hvort að upplifið að lifi á svona háskalegum tíma. Þetta séu háskalegir tímar. Við erum mjög nálægt kjarnorkustyrjöld. Við erum að eyða lífi ekki fyrsta skipti.
Ekki fyrst skeiti. Já, við erum aldrei verið, þetta samkvæmt þessum mælingum sko, þá erum við mun nær kjarnorkustyrjöld heldur en í Kúbudeilunni til dæmis. Talandi um Kennedy. Já, öllu því. Það er bara ábóturinn á kaldastyrjöldinni Kúbudeilan. Og það er miklu meiri hætta núna. En er þetta ekki svolítið svona orkuútlát í eitthvað sem þú getur ekkert ráðið við? Að vera í einhverju stöðugum vanlíðan yfir heimsenda málum. Þú veist, ég hef kosið að eyða ekki allri minni orku þangað, þó að ég sé ekki til í að blinda mig. Og þess vegna höfum við það sem við kallum léttjál. Já, léttjál og mér finnst svona sannleikur og hreinskilni og bara allt eins og það er. Mér finnst það að vera róandi. Mér finnst það bara svona, já, ok, alveg rétt. Við erum ekki að tala um það. Við erum ekki sópað þetta undir gólfið, undir teppi. Ég þolið það ekki. Mér finnst það verst. Og maður veit en enginn segir. Það er bara eins og jarðfræðingar, betur þegar eru bara komin. Ég meina, og líka þessi aldursflokkur, hann er bara þekktur fyrir það að vera þarna, að allt er að fara til fjandans. Það er... Ég hef nú meira áhyggjur af bara að við missum loftslagsmálin út úr höndunum á okkur, því að við erum komið fram að brúninni og við erum ekki að gera neitt. Útblástur en þá aukast. Akkurat. Og dæla niður nokkrum tonnum og Íslandi eða milljónum tonnum verður eitthvað pínu lítið. Já, útblásturinn núna er rúmlega 37 milljarðar tonna en það er bestemt á að fara upp í 4. fasa þannig í Straumsvík í 3 milljónir sem er minn en 0,1%. Þannig að, já. Það er þó eitthvað. Það er eitthvað. En það sem við þurfum að gera í staðinn fyrir að vera að reyna að farga þessu. Að hætta þessu. Það vantar svolítið, ég held að við séum kannski svolítið ónæm fyrir öllum þessum fréttum. Við erum að tala um þegar kannski Kennedy eða í gamla daga maður manað svona sterkt. Núna fær maður svo mikið af fréttum og mikið af voveiflegum, þú veist, tíðutum við mitt bara. En að því að það er ekki beinlínis oft personur í þessari frásögn það þarf að segja alltaf sögur, sko. Það er alltaf verið að segja sögur. Það eru stórflóð og það eru þurrkar og þetta er svo augljóst. Það er svo ónægt fyrir þessu sögur. Við bregðumst ekki við, sko. Nei. Og ég stundum hugsað mér einmitt ef maður fengi svona SMS sem að, eins og þú ert að segja, heklar að fara að gjósa og maður fengi bara, þú veist, það er að koma stríð, ég veit ekki, maður myndi kannski bara ekkert eins og sjá það, sko, eða bara ekkert taka eftir því eða... Jú, en þú hvað ætlar að gera? Stoppa stríðið? Þess vegna verður að gera eitthvað núna. Það eru stóra breytingar í eðlisfræðinni, það er svona það sem við kalla á einsku paradigm shift, það er alveg breyting í sko úr því sem við kalla chaos theory eða svona óreiðu teóría yfir í það sem við kalla sko complexity theory og það er sko flækjukenningin sko, það sem var og stóri munurinn er sá að það sem var talið vera óreiða hér áður er ekki óreiða. Og þetta á við alheiminn og mjög flókin og stór kerfi, sko. Og í stuttumáli þá þýðir það og menn eru fannir að sjá það að allt sem gerist og allt sem við gerum, það hefur áhrif. Þetta er til dæmis þetta fræga dæmi, það sem kallar sko fiðrilda effektin, butterfly effect, fiðrildi í Blakavængjunum í Brasilíu, það verður óveður undir Eyjafjöllunum, sko. Þú veist, eitthvað svona, sko, sem var talin bara svona einhver bara, já, guð minn almáttugur, sko. Sem rústaði kláminnaðinum. Já. En keppa við ókeypis. En talandi hennan háska og maður get ekki gert neitt, ég held að þetta, þú veist, það er hægt að gera og allt sem við gerum hefur áhrif. Ég er svolítið það, sko. Ég held að við höfum, sko, svona bara heimsborgaralega ábyrgð á því að horfast í augu við heiminn eins og hann er og gera eitthvað í því. Ég er náttúrulega sammála því. Nei, ég er ekki eins og hipparnir gerðu þetta þegar þeir gáðust upp, meðal annars út af þegar Robert Kennedy og Martin Luther King og fleiri eru drepnir og þjóðvaraliðið er sigað á hippana í San Francisco og var að borið niður, sko, krafa þeirra félagslegar umbætur var bara mætt með ofbeldi
og þá gafst kynslóðin upp og fór og sagði nei, það er ekki hægt að breyta heiminum, við maður að breyta sjálfum sér fyrst og síðan fólk búin að vera núna í næstu 50 ár að breyta sjálfum sér. Já, en svo Noam Chomsky samt líka með hana 2 áfram 1 aftur sem náttúrulega lögmál. Já, en þetta með að fara inn í jógaherbergin og bara hverfa út úr og taka ekki, ég ætla bara að breyta sjálfum mér og þannig mun ég breyta heiminum. Já, en það ætla bara að gera jóga, það var ekki að fara að gera sneitt. Nei, gat af sér eina stórkostlegustu upphafningu einstaklingshyggjunar sem við höfum lifað og það er hún sem að drepa okkur. Það er að tala spiritual materialism. Og það er sem sagt, það er þessi nýfrjálshyggja sem að tók völdin. Já, og efnishyggjan og spiritualism glemdist svolítið líka því hann var gerfi og feik og við erum ekki að tala að fara í klukkutíma inn í eitthvað herbyggi. Þess vegna við að taka bara fara fram úr á mátana til að berga heiminum. Því að það þarf. Já, en má ég líka segja, við þurfum ekki samt að segja ekki byrja því að bjarga sjálfum sér til hádegis. Það fyrir líka svolítið eftir hvernig þú gerir kannski jóga. Ég myndi segja, þessi kenning sem þú ert að tala þarna, ég svolítið náhugaði í tengslaflækjar þarna, að það skiptir svolítið máli örugglega af hverju þurfum við að gera annarkvort að bjarga heiminum eða okkur? Getum við ekki gert bæði í einu? Sem sagt, það er ekki annarkvort eða, það er bæði og. Jú, það er alltaf svona heimsendir, þá gerum við ekki neitt eða við gerum rosalega mikið eða bara jóga og ekki þá vera í samfélagi. Mér finnst þetta að vera mjög svona. Það eru sumir sem kúpla sig alveg út. Ég þekki konu sem hefur algjörlega kúplað sig út úr öllum fréttum. Hún horfir ekki á fréttir. Hún er bara algjörlega í sinni búblu. En ég held að þeir sem eru virkilega að reyna að breyta heiminum að þeir hafi miklu meiri áhrif heldur en þeir sem kúpli sig út. Og í rauninni er það efnahagskerfið sem að við búum við sem að er að eyðileggja jörðin okkar. Þannig að þess vegna þurfum við að breyta efnahagskerfinu. Þess vegna þá ákvað ég það í mínum sjálfbærni pælingum að núna þyrfti ég að pæla í nýju efnahagskerfi. Þannig að jarðfræðingurinn er komin þangað. Geta það ekki verið bæði? Andstæður sem eru samstæður sem eru hliðstæður. Fyrir mér virðist þetta vera bara lögmál. Að það er ekki annarkvort eða, það er bæði og það er ekki bara jóga og ástæðan fyrir að ég fer í jóga er svo að ég geti verið mildari og blíðari við umhverfið mitt og aðeins jafnari á því þegar það kemur átökum. Að því Íslendingar til dæmis mjög átakafælnir upp til hópa. Ég er það ekki. Þannig ég þarf að finna leið til þess að aðeins að channela því blíðar svo við getum átt betra samtal. Og í samtalinu kannski, mótiverar það mig og hinn en á sinn máta. Já, þú hefur bein áhrif, bara með því að vera blíðari, þá hefur áhrif. Akkurat. Þannig að það er bara það er sem maður er að sækjast eftir. Það er hegðun sem bara er ekki endilega nirvana. Heldur bara með þetta að vera meira tólandi. Því eins og ég sé það, ef við lærum ekki að segja fyrirgefðu og deila, sem við kennum öllum leikskólabörnum, ef við lærum þetta í alvörun ekki sem fyrst, þá erum við dúmt. Það er þetta sem er vandamáli, bara svona, þetta er svona barnalærdómur. Og við kunnum þetta ekki. Þetta fyrirgefði en þú veist líka. Ég vil bara taka fram að ég nefndi jóga, þetta var í svona sögulegu yfirliti þjóðvarliðið í San Francisco og þegar jóga kemur til Vesturlanda. Já, en þau líka byrjaði að nota kók og verða bara ógeðslega ruglaði á því. Það er ekki Nei, ég fór nú bara að hugsa með það típeska munkinn, Tjögam Trungpa sem að skrifaði Crazy Wisdom og var einn af þeim fyrstu sem að kynnti jógapælinguna og buddhismann í Bandaríkjunum. Og hann var náttúrulega rosalega imponerður yfir því hvað Bandaríkjamenn einmitt og Vesturlandabúi líka breyta tóku vel við, voru tilbúnir til að breyta en svo svona fór hann að skrifa þetta hvað væri merkilegt, hvað kannski væri tendens til að taka svona einmitt ekki að fullri auðmýkt heldur svona að ætla að nota það sem tæki í einstaklings bara fyrir sig Þannig að þessi samfélags, að sjá okkur, að það myndi alltaf, hún fannst alltaf rofna tengslin við samfélagi og umhverfi. Við vinnum í okkur til þess að orka sé hærri, við erum ekki hrædd, við erum ekki fulla kvíða og þunglindi, heldur erum við glöð og þakklátt. Þá höfum við líka áhrif á aðra. Það getur maður gert með hugleyslu og jóga. Við þurfum að horfast í augu við raunveruleikann og vera glöð og þakklátt á sama tíma.
Það ekki leiðin svo að horfa síður á raunveruleikann til þess að búast til aðstæður þar sem hann getur orðið glaður og þakklátur. Maður geta horfst í augu við raunveruleikann, sannleikurinn mun gera þau frjálsa. En hvaða raunveruleika? Er það fréttir? Jú, maður þarf kannski ekki alltaf að vera að horfa fréttir samt. Nei, maður má ekki byrgja augu sín. Nei. En það er líka svo auðvelt að vera svona, já, en þetta gæti nú verið betra ef þetta verið svona og verið betra ef ég ætti svona. Og það er vestrænt svona mygla. Það er mjög sjaldgæft að ég hitti fólk í vestræna heiminum sem er bara sátt við það litla sem það er með. Og veistu, bara til að ánægt með það. Ekki eitthvað að því það á að eiga eiginlega betra því að hinna, veist. Mér finnst það að vera svo mikil. Að því við erum alin upp í þessari skorthugsun. Við þurfum alltaf meira og meira. Og ef en ef við lærum bara að vera þakklátt fyrir það sem við eigum, eins og margir fátækir eru, að í öðrum löndum, sérstaklega kannski minna á Íslandi, að þá myndi okkur líða miklu betur. Í fyrra var ég að gæta lúxusfólk. Það er að segja bara 8 ríkasta liðið. Og þetta er eiginlega bara eins og að vera eskort. Þú veist, með 3 til 4 einstaklingar sem eru alveg svona örvarslega eins og bókar í Radcliffe eða eitthvað. Og þau eru svona 5 stjörnu fólk. Og það eru svona nokkri 5 stjörnu hótel og aðstæður á Íslandi. Og þau voru rosa, og ég tók eftir þessu hjá þeim, mjög mikið að kvarta yfir þetta sé ekki alveg 5 stjörnu. Þetta er aldrei alveg nógu gott. Þetta er ekki alveg eins og þau voru að borga fyrir. Meðan ég er núna með regnbogan bara í Bus Travel, það er að segja, þú veist ekkert hver labbarinn, það er bara hvaðan sem er, á hvað aldrei sem er. Og þau eru svo þakklátt fyrir allt bara, hvaða sögu, hvert einasta smáatriði sem er í boði. Og mér finnst þetta mjög, mjög skýrt. Skilu, því meira svo átt, því meira ertu gagnrýninn á það sem þú ættir eiginlega að vera að fá. Og það held ég að sé Og þú heldur að eigi skilið að fá. Já, að því þú borgar fyrir það, því þú ert aðeins merkilegri. Mér er sagt að fyrsta flugið sem var farið, það sem var net, það sem gæti verið á netinu í fluginu. Það voru, held ég, minni að það verið 17 mínútur, þar er komið svona ding, það er eitthvað truflun hérna í netinu, datta þess út. Hvað segir þið? Var það Þú ert í 30.000 fetum. Já. Þannig getur bara verið og skoða klámsíðuna þínar eða eitthvað. Það er svona að gera. Og það er bara gríðarlega náttúrulega fáránleg hugmynd að maður situr á raskatinn í 30.000 fetum og það bara verið tengdur öllum á jörðin á sama tíma. Það voru búin að vera í svona rétt rúmt korter. Það er því svona ding, það er smá truflun hérna á netinu og fólk byrjaði að kvarta strax. Þannig að leið þú færið eitthvað að byrja að kvarta. Borgar sig bara að setja sig við það sem það hefur. Já, kannski skilur þú líka vera... En samt að gera byltingu og samt að vera virkur. Maður á að krefjast réttlæti, sko. Já, réttlæti. Það er rosaleg formúla hérna. Réttlætið er mjög mikilvægt. Ég er alltaf ofsalega glaður þegar ég vakna, sko. Mér finnst það bara aðalatriði, sko. Og svo restin er bónus. En svo kemur ég alltaf að sletta ensku afsakið, en þú veist, hvað heitir að vera proactive á það þarf að gera hluti. Sína frumkvæði. Versus það að bregðast við, að vera... Já, virkur býtur hann við. Virkur eða... Frumkvæði, já, proaktiv. Já. Landslýsþjálfarinn í Englandi var kvartað yfir því að hann væri alltaf bara að bregðast við. Hann væri aldrei að stefna því að skora. Hann bara brást við að Húnu Já, nákvæmlega. Ég meina þetta er það, sko. Þetta er alveg eins og, ég meina, ef við komum aðeins aftur með ferðamennskuna og allt þetta og skipulag og svona dót, ég meina, þú veist, ég held að svona fyrirbæri eins og þarna við erum að horfa á bara það sem ég er, sko, er svona reaktív hegðun, sko. Það hefur brugðist við einhverju, sko, í staðin fyrir að, ég held að það sem við viljum gera er að vera að gera hluti, þú veist, en þá með einhverju hugsun, sko. Já, vera hlut þáttakandi. Já, þú ert óaktífur ef þú bregst við, en þú ert aktífur ef þú gerir eitthvað, sko. En þið eru svona með þetta er svona neyðarheimildin. Já, það þarf að, já, það verður að spilna við. Þetta tengjast einu sem ég vitna mjög oft til hérna við Rauðaborðið, sem hann Adam Curtis sagði. Hann sagði að sko stjórnmáli framtíð svona 1980 snerist það að við verum að móta okkur sameiginlega framtíð. Eftir það lærðu stjórnmálinn það að það er miklu betra að selja bara ótta og að þau séu að verja okkur fyrir einhverju áföllum, stríði eða terrorisma eða pláunni eða hvað sem er. Og þar leiðandi erum við hætt að búa til sameiginlega framtíð. Þannig að við kunnum ekki lengur að tala saman um það hvernig samfélagi við viljum. Þetta eru við alltaf bara að bregðast við að mæta einhverju ógn. Og verum að verja eitthvað sem að kannski við viljum ekkert verja, sko. Akkurat. Nóg til að því. Nóg til að því. Við verðum að halda áfram með þáttinn. Já, ég held að mitt sumir af alltaf meira að vera mættir eitthvert. Þannig að þú verður að fara aftur undir Eyjafjöllin. Já. Og
passa upp á Holtsósinn, blessaðan. Já, bara takk kærlega fyrir að fá að vera með ykkur í dag. Ég byrði hilsa Eyfellingum og mann þykir nú rosalega vænt þetta svæði og Holtsós bara náttúrulega einn fegursti staður á Íslandi. Já, ég tók vídeo í morgun kl. 6, ég sýn ykkur einhvern veginn. Já. Sýnd okkur það hérna þegar við komum fram, við langar að sjá það. Já. Og það væri nú gaman að fá hérna, maður þyrfti eiginlega að komast í svona endurmenntun til þín líka í öllum þessum jarðvísinda, því maður finnur öllum þessum fréttum af jarðhræringunum og maður er ekki alveg nógu læs á það sko, að skilja þetta. Ég þarf alveg að hafa mig alla við. Þessar hræringar verða næstu 3 árin. Mæli með að fara bara ítrykkað út á Reykjanes. Já, fara út á Reykjanes, já. Með góðum leiðsögumunum og myndlistarfólki líka. Fara að læra jarðfræði. Það er bara ágætis menntun. Jú. Ég elskaði jarðfræði í menntaskóla. Ég líka. Ekki ég, en svo var ég leiðsögumaður. Þau elskuðu jarðfræði. Ég satt með bókina Þorleifs Einarssonar á hnjánum í heilt sumar í hálendisferðum Ísland og þá fór ég að pæla í jarðfræði. Og fór svo í jarðfræðina. Svo ert þú núna komin út í hagfræðina? Já, nú er ég komin út í hagfræðina. Og þið út í jarðfræðina? Já, þannig að maður fer svona hringi. Takk fyrir spjallið. Við bara náðum bæði að tala um heimsendi og ekki heimsendi í sumarspjallinu okkar. Við gerum smá hlið hérna, komum að verðum sporinni. Ég ætla meðal annars að tala við hana Ágústu sem að keyrði bæinn frá Ásbyrgi til þess að segja sitt álit á stöðu bænda og landsbyggðarinnar. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.